Svartfuglar eru sjófuglar sem eru að einhverju leyti til eða töluverðu leyti svartir. Þetta eru tegundir eins og lundi, eins og langvía, stuttnefja, álka, teista, haftyrrill og svo eru til fleiri tegundir og það séu ekki algengar hér. Og haftyrrill er nánast horfinn héðan sést hérna stundum og veturna svona í kringum landið út á sjó. Það sem einkennir svartfugla er að þeir eru til þess að gera litlir og eru eiginlega betur að sér á sundi heldur en á flugi. Þeir geta alveg flogið en þeir eru með tiltölulega litla vængi og þurfa að blaka þeim mjög hratt. Og til dæmis eins og lundinn ef hann skynjar hættu þegar hann er að synda á sjónum þá stingur hann sér á kaf. Hann reynir ekki að fljúga í burtu, hann kafar í burtu. Hann er miklu öruggari í vatni heldur en á lofti. Og hann syndir með vængjónum eins og hann sé að fljúga í vatninu. Hann sem sagt notar ekki fæturna eins og flestir aðrir fuglar sem kafa. Hann blakar vængjónum í kafi eins og hann sé að fljúga. Svartfuglar þeir veiða fisk og þeir verpa alveg við sjóinn. Og það er svolítið mismunandi ef ég teikna hérna fuglabjarg hvar svartfuglarnir verpa. En lundinn grefur sér holur hérna efst í fuglabjarginu og líka bara á eyjum, þar er ekki alltaf fuglabjarg til. Langvía, stuttnefja og álka verpa í bjarginu sjálfu og svo verpir teistan í grjótinu fyrir neðan. Svartfuglar eru ýmist eiginlega alveg svartir eða þeir eru svartir á bakinu og ljósir á kviðnum eins og lundinn. Teistan er næstu í alveg svört, hún er bara með 2 hvíta bletti á vængjunum. En hinir eru allir með eitthvað hvítt. Ástæðan fyrir því að þeir eru dökkir á bakinu og hvítir á kviðnum er, við skulum teikna hérna fugl á sundi. Og þetta gildir eiginlega líka á flugi. Því að allir fuglar eða langflestir eru dökkir á bakinu og ljósir á kviðnum. Það er vegna þess að ef að það er rándýr að synda, skulum bara ímynda okkur að það sé ránfiskur hérna sem er að synda á eftir þeim. Ef hann er fyrir ofan þá og er að horfa niður þá er botninn á sjónum dökkur. Þannig að ef það er dökkt bak þá fellur það betur saman við botninn. Sama ef að þessi sami ránfiskur er að synda hérna undir þeim og horfir upp. Og þá er ljóskveðurinn sem ber við ljósan himininn. Þannig að þetta er í raun bara felubúningur og þetta á við alla fugla, ekki bara svartfugla.